Jarðskjálftahrina í Bárðarbungu í morgun svo öflugasta í eldstöðinni í 10 ár. Óvissustigi hefur verið lýst yfir. Vísindamenn segja of snemmt að segja til hvort eldgos sé í vændum. Hamas-samtökin og ísraelsk stjórnvöld hafa náð saman helstu ágreiningsatriði og vopnahlésviðræður eru á lokametrunum. Vopnahlé á Gaza talið líklegra en nokkru sinni fyrr. Kassi með utankjörfundaratkvæðum í Norðausturkjördæmi barst yfirkjörstjórn 11 dögum eftir alþingiskosningarnar. Yfirkjörstjórn hafði enga vitneskju þessi atkvæði fyrr en þau bárust. 180 tilkynningar hafa borist Matvælastofnun dauða eða veika fugla vegna fuglainflúensunnar sem nú geisar. Haldi þróunin áfram gæti inflúensan gengið nærri gæsastofninum. Og þættir lítinn bláan hund frá Ástralíu bera höfuð og herðar yfir allt annað sjónvarpsefni á RÚV. Blæja fyndin og sniðug, segja ungir aðdáendur, og mamman hefur tárast yfir þáttunum. Gott kvöld. Kvika hleðst upp í Bárðarbungu og olli hún kraftmikilli skjálftahrinu í dag. Öflugir skjálftar í Bárðarbungu voru undanfari eldgossins í Holuhrauni 2014. Vísindamenn grannskoða nú háttalag þessarar næst stærstu eldstöðvar landsins. Á annað 100 skjálfta hafa mælst síðan snemma í morgun. Þeir voru öflugastir milli klukkan 6 og 9. Sá stærsti mældist 5,1 og samtals urðu 17 skjálftar stærri en 3. Skjálftarnir í hrinunni í morgun urðu allir nánast á sama stað í Bárðarbunguöskjunni og brúnennar. Bárðarbunga engin smá smíði og askjan engin lítill og nettur gígur eins og menn muna eftir í Geldingadalagosinu. Þvermál öskjunnar sjálfrar 10 kílómetrar og hún líka djúp. Þykkt íssins ofan í öskjunni 800 metrar. Skjálftarhrinan í morgun svo öflugasta síðan 2014. Í ágúst það ár hófst hrina með 100 skjálfta á sólarhring. Þá var fljótlega ljóst að kvika var að brjóta sér leið kvikugang sem endaði með eldgosi í Holuhrauni sem stóð í 6 mánuði. Kvikugangurinn sá var 40 kílómetra langur, litlu styttri en leiðin á milli Hveragerðis og Reykjavíkur. Flatarmál hraunsins í Holuhrauni nam 44 ferkílómetrum eftir að gosið hafði þar í 1 mánuð. Umfangið sést vel þegar miðað við höfuðborgarsvæðið. Holuhraun náði yfir 85 ferkílómetra þegar gosinu lauk. Í hádeginu í dag lýsti ríkislögreglustjóri yfir óvissustigi almannavarna í samráði við lögreglustjórana á Norðurlandi eystra, Austurlandi og Suðurlandi vegna aukinnar skjálftavirkni í Bárðarbungu. Kristín Jónsdóttir, stjórnandi á Veðurstofunni, velkomin. Takk. Hvað þýðir þessi skjálftahrina? Þessi skjálftahrina eins og hefur komið fram kröftugasta hrina sem við séð síðan að síðasta gosulauk. Og hún í rauninni ekki ósvipuð hrinunni, skjálftahrinu sem leiddi svo til Gjálpargossins. Þannig að við auðvitað tókum þessu mjög alvarlega að þetta hófst. En svo bara upp úr hádegi þá dettur hún niður og það má segja að hún í rauninni til marks aukinn kvikuþrýsting og kvikusöfnun sem hefur verið í gangi þarna á þessu svæði síðan að síðasta gosi lauk. En þetta svona flókin og margslungin og stór eldstöð. Ef þessi þróun heldur áfram, hvað þá í uppsiglingu? Já, það erfitt að svara því vegna þess að það eins og þú segir, þetta stór eldstöð og hún teygir sig í rauninni, hún liggur undir Vatnajökli en hún teygir sig út fyrir endamörk jökulsins, þannig að það mjög margar sviðsmyndir sem komið til greina. Við búum sem betur fer svo vel að í síðustu umbrotum sem voru 2014-15 og þá var heilmikil vinna unnin bæði viðbragðsáætlanir og hættumatsgerð, þannig að við búum að því að eiga það. En Bárðarbunga fjarri mannabyggð og svolítið vel fjarri mannabyggð, þannig að það kannski ekki mannabústaði sem þarf að hafa áhyggjur af, en innviðir, geta þeir verið hættu, hvaða áhrif getur gos á þessum slóðum haft? Það getur haft ýmis áhrif, sko, við getum fengið öskugos ef að eldgos verður undir jökli. Við getum líka fengið heilmikla vatnssöfnun og jökulhlaup sem að allt eftir því hvar eldgos staðsett, þá í rauninni breytist sú sviðsmynd hvert hlaup getur farið. En svo eins og í Holuhrauni að þá fengum við hraungos, flæðigos,
Þannig að þetta eru ólíkar sviðsmyndir. Eins og ég segi þá datt hrina niður hádegi í dag. En þetta er ferli sem búið að vera í gangi síðustu 10 ár. Það er þarna aukin þensla og það skiptir máli að fylgjast vel með þessum stað. Almannavarnir eru á óvissu stigi og flugleitakóði hefur verið uppfærður búið að grípa til ýmissa svona ráðstafana. Hvenær getum við vitað hvort að þessi skjálftar hérna í dag sé bara einhver stakur atburður eða kannski hluti af einhverju stærra? Já, eins og ég segi, þá er þetta í rauninni ferli sem að búið að vera í gangi í 10 ár. Við vitum að það er kvikursöfnun þarna. Við höfum séð í síðustu mánuði að það hefur skjálftavirkni hefur að aukast og við erum farin að sjá fleiri stærri skjálfta til marks að þensla er orðin allmikil þarna á svæðinu. Þannig að á endanum verður gos þarna. Það er auðvitað bara spurningin hvar og hvenær. Já, óvissan, það er orðdagsins. Kristín Jónsdóttir, þakka þér kærlega fyrir komuna. Takk. Við ætlum að fara í annað og fara til útlanda því viðræður vopnahlé á Gaza eru á lokametrunum og búið er að semja helstu ágreiningsatriði samkvæmt utanríkisráðherra Katars. Hamas-samtökin segjast búin að samþykkja drögin og forsætisráðherra Ísraels hefur sagt ástvinum gíslana sem eru í haldi á Gaza frá innihaldi samkomulagsins. كما تعلم دائما لن نخوض في تفاصيل ما يجري في هذه المفاوضات ولكن ما يمكن تأكيده طبعا نعم أنه تم تسليم المسودات إلى الطرفين نعم تم تذليل الصعوبات أمام القضايا الرئيسية العالقة بين الطرفين ونعم تجري الآن المحادثات حول التفاصيل النهائية. Þetta ásamt yfirlýsingum fleiri sem koma að viðræðunum gefur tilefni til bjartsýni. Hamas-samtökin segjast búin að samþykkja drögin og ísraelsk stjórnvöld hafa gefið út að ríkisstjórnin ætli að kjósa samkomulagið, þegar og ef það næst. Það eru öfl innan stjórnar Benjamins Netanyahu sem vilja ekki sjá þennan samning. העסקה מתרקמת היא עסקת כניעה לחמאס. אני קורא לחברי, השר בצלאל סמוטריץ', לחבור אליי וביחד לשתף פעולה נגד העסקה המתרקמת. Samkvæmt ísraelskum miðlum samningurinn í 3 áföngum. Í þeim fyrsta er kveðið á fanga eða gíslaskipti og Ísraels her myndi hverfa frá landamærum Gaza og Egyptalands. Netanyahu átti í dag fund með ástvinum gíslana og sagði þeim í grófum dráttum frá innihaldi samkomulagsins. Þótt vopnahlé sé talið líklegra en nokkru sinni fyrr er ekkert fast í hendi enn. En annað sem gefur tilefni til bjartsýni hlé á átökum er að Ísraels her hefur gefið í gær og í dag og hert árásir sínar á Gaza. Það hefur áður verið fyrirboðið vopnahlé. Hingað heim. Matvælastofnun leggur allt kapp á að sporna við dreifingu fuglainflúensunar sem nú geisar og að öllum sýktum fuglum sé fargað. Áhyggjur eru að skylt afbrigði sem greinst hefur í mjólkurkúm í Bandaríkjunum berist hingað til lands. Myndirðu segja að þetta væri eins og staðan núna, þetta væri orðið stórkostlegt áhyggjuefni? Já, við sjáum þetta kannski faraldur núna enn betur vegna þess að þetta virðist vera að fara í fugla sem eru nær okkur, gæsir sem eru í okkar nána umhverfi. Matvælastofnun fékk helgina 180 tilkynningar veika eða dauða fugla. Eins og sjá má á mælaborði stofnunarinnar eru langflestar af höfuðborgarsvæðinu en ljóst þykir að fuglar allt land eru að sýkjast, fyrst og fremst grágæsir. Auðvitað ef að þróunin heldur áfram og influensuveiran verður mjög skæð þá getur það gengið auðvitað nálægt stofninum. Hún segir að enn sem komið séu ekki taldar miklar líkur á að fólk smitist. En influensuveiran hefur þá sögu og það er þekkt að hún getur stökkbreyst og við þurfum ekki að líta lengra tilbaka en spánska veikin upp úr 1900. Það var líka fuglainfluensuveira sem að stökkbreytist. En það var mannskæðasti faraldur sögunar. Það er áhyggjuefni þessi mikla útbreiðsla í Evrópu. Það er enn stærra áhyggjuefni í Bandaríkjunum að sjá að H5N1 afbrigðið hafi getað aðlagað sig og smitað mjólkurkýr sem að svo gátu borið smitið í fólk. Það afbrigði hefur ekki greinst hér á landi. Alifuglar eru sérstaklega viðkvæmir fyrir því afbrigði sem geisar hér á landi, H5N5, en Þóra segir að almenningur þurfi ekki að hafa áhyggjur af því að neyta alifugla afurða. Ef fuglarnir sýkist komi einkenni mjög fljótt í ljós. Það er enn í gildi fyrirskipun frá matvælaráðherra síðan í desember sem að birt í stjórnartíðindum að alifugla eigendum er skylt að hafa alifugluna í haldi þannig að þeir séu yfirbyggðu gerði eða í húsi.
aðskilja algjörlega frá villtum fuglum þannig að það verði engin samgangur. Þá sé allt gert til að sporna við frekari útbreiðslu, til dæmis með því að hindra að smit berist í alífuglabú, auk þess sem dýraþjónustan hirði alla dauða fugla. Hún bendir fólki á leiðbeiningar og heimasíðu MAST hvernig eigi að bera sig að, finni fólk dauða fugla eða veika ketti. Kassi með utan kjörfundaratkvæðum barst yfir kjörstjórn í Norðausturkjördæmi 11 dögum eftir alþingiskosningarnar 30. nóvember. Svo virðist sem kassin hafi verið sendur af stað daginn fyrir kosningar en yfirkjörstjórn hafði enga vitneskju það. Ekki vitað hversu mörg atkvæðum voru. Yfirkjörstjórn í Norðausturkjördæmi sótti í flugfrakt sendingar með utan kjörfundaratkvæðum á kjördag sem fóru svo rétta leið í talningu. En það kom verulega á óvart þegar kassi með utan kjörfundaratkvæðum barst 11. desember. Þegar ég opnaði kassan og sá hvað þetta var, þá bara límdi ég hann aftur og innsiglaði hann og hafði samband með fólk sem með mér í kjörstjórn. Og það sé skýrt í lögum að utan kjörfundaratkvæði sem berast of seint eru ekki talin með. Þannig að þið viti ekki hvað þetta eru mörg atkvæði? Nei, ekki unnið í þessu. Kjörskrár eru innsiglaðar og í geymslu og þannig að við getum ekki unnið með þetta og sama þá með hennar kassa, hann innsiglaður og geymdur í öruggri geymslu. Hann segir að merking á kassanum sýni að hann hafi verið sendur af stað 29. nóvember en ekkert farmbréf hafi fylgt sendingunni. En það sé kjósandans að skila atkvæði sem hann greiðir utan kjörfundar og ábyrgðin liggi því ekki hjá kjörstjórninni. Nei, engan veginn. Við sendum út kjörfundaratkvæði og berum ábyrgð á þeim og þau eru stemd af alveg í bak og fyrir og bæði til þau fara út og allt saman rekjanlegt sem að það gert og eins þegar þau koma tilbaka þá koma þau í innsiglum kjörkursum. En það sé full ástæða til þess að endurskoða og einfalda formið á atkvæðagreiðslu utan kjörfundar. Það eru brotalamir þarna og eins verkverta í kringum hvernig þetta gert. Það full ástæða til að endurskoða það verulega. Fyrir utan atkvæðin í Norðausturkjördæmi þá vitað 27 utan kjörfundaratkvæði í Suðvesturkjördæmi sem ekki skiluðu sér til talningar. 25 þeirra voru á bæjarskrifstofu Kópavogs og uppgötuðust ekki fyrir mánudaginn eftir kosningar. Auk þess voru 2 utan kjörfundaratkvæði frá Seltjarnarnesi sem skiluðu sér of seint til sveitarfélagsins. Framkvæmdastjóri landskjörstjórnar sagði í hádegisfréttum útvarps að flutningur á utan kjörfundaratkvæðum og framkvæmd kosninga utan kjörfundar verði tekin til skoðunar. Dómsmálaráðherra lítur málið alvarlegum augum. Mistök geta auðvitað alltaf orðið, en auðvitað vill maður ekki að svona mistök verði. Ég var að viðurkenna mjög brugðið þegar ég las fréttir af þessu og þetta eru mjög alvarleg mistök. Þetta eru mjög alvarleg mistök og þetta eru mistök sem við viljum ekki sjá. Og þess vegna held ég að sé bæði ástæða til að rýna framkvæmd því að eitt auðvitað að hafa reglurnar í lagi en svo þarf auðvitað að vinna í samræmi við þær og tryggja það að atkvæði og vilji kjósanda skili sér. Spænsk stjórnvöld ætla að leggja 100% skatt á fasteignir þar í landi fyrir kaupendur utan Evrópusambandsins. Ekki liggur fyrir hvort Íslendingar sleppar í skattin. Lo que sobran son Airbnbs y faltan viviendas. Forsætisráðherrann kynnti áformin í gær sem lið í því að bregðast við húsnæðisvandanum á Spáni. Que vamos a limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. Y lo vamos a hacer incrementando la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble. Spænsk stjórnvöld hyggjast grípa til fleiri aðgerða, til dæmis að hækka skatta á skammtímalegu og auka félagslegt húsnæði. Sánchez segir að aðgengið að húsnæði sé orðið stærsta vandamál milli og verkalýðsstétta á Spáni og í Evrópu. Los no residentes de fuera de la Unión Europea compraron en España alrededor de 27.000 casas y pisos. Lo hicieron principalmente para especular, para ganar dinero con ellas. Algo que en el contexto de escasez residencial que vivimos evidentemente no podemos permitirnos. Ekki liggur fyrir hvort Íslendingar sleppi við þessa auknu skattheimtu í krafti EES-samningsins. 2 stærstu gróðureldarnir í útjaðri Los Angeles eru enn svo að segja stjórnlausir. Slökkviliðsmenn reyndu að nýta tíman í morgun áður en hvessti með deginum.
Palisades eldarnir vestan við borgina og Eaton eldarnir norðan við hana geisa enn án þess að slökkvilið komi nokkrum vörnum við. Hurst eldarnir eru þó í rénun. Útlitið dökknaði allverulega seint í gærkvöld þegar 9 eldar kviknuðu spölkort vestar, en slökkviliðsmenn voru sem betur fer fljótir að koma böndum á þá og útlitið þar sagt vera gott. Fleiri þúsund manns, bæði viðbragðsaðilar og hermenn, gæta öryggis íbúa í þeim hlutum Los Angeles þar sem mesta eyðileggingin hefur orðið. Hverfi hinna ríku og frægu hafa orðið einna verst úti og margir heimsfrægir listamenn sem mist hafa hús sín í eldunum hafa reynt að aðstoða viðbragðsaðila og bágstadda, yfirleitt með peningagjöfum. Hér spjallháttastjórnandinn Jay Leno að leggja sín lóð á vogarskálarnar. Í gærkvöld og í morgun dró aðeins úr vindi sem torveldið hefur slökkvistarf í Los Angeles síðan eldarnir kviknuðu fyrir viku. Þó búist við að fara að hvessa aftur. Slökkvilið nýtti tíman á meðan færi gafst til að spreyja bleiku dufti yfir hættusvæði sem hindrað getur útbreiðslu eldana. Þetta ekki hægt þegar hvasst enda þurfa flugvélarnar að fljúga nokkuð nálægt jörðu ef efnið á að gera sitt gagn. Efnið skaðlaust mönnum en þó eru vísbendingar að vistkerfi geti beðið skaða. Efnið notað þegar eldar ógna mannabyggð eins og sannarlega raunin í Los Angeles. Auknar líkur á grjóthruni og skriðum á Suður- og Vesturlandi og sunnanverðum Vestfjörðum vegna mikillar úrkomu og hlýnandi veðurs. Veðurstofan segir að búast megi við vatnavöxtum og miklu afrennsli og segir ekki hægt að útiloka krapaflóð. Eva Björk Benediktsdóttir, fréttamaður, á veðurstofunni. Eva, hvernig lítur framhaldið út? Já, það verður allavega áfram blautt í veðri næstu daga, allavega hérna sunnan og vestanlands. En hérna hjá mér Unnur Blær og flóða sérfræðingur hjá Veðurstofunu. Unnur, hafið þið fengið einhverja tilkynningar skriður? Nei, ekki neina tilkynningar skriður, en við höfum haft fregnir af grjóthruni á Suðurlandi sem að fóra vega en olli ekki neinu raski. En hvernig lítur þetta svona út næstu daga? Næstu daga má búast við rigningu og hlýindum, sérstaklega á Suðurlandi, Vesturlandi og sunnanverðum Vestfjörðum. Og þessu fylgir, þetta blandast svona við þess að langvarandi vægu hláku sem búið að vera í gangi og það að rigna ofan í þá á svæði þar sem að snjóin búið að taka upp og frost að fara á jörðu og þá aukast líkur á skriðum og svona veðuraðdragandi líka mjög algengur fyrir krapaflóð en þar sem að enn snjór í giljum hætt á krapaflóðum þar sem að regnið fer í farvegin og krapaflóð fer á stað og sen líka miklu vatnavextir víða. Þarf fólk að gera einhverjar ráðstafanir? Það kannski bara að fylgjast með að ferðast í fjalllendi, að vera ekki lengi undir farvegum og ef að fólk til dæmis í dreifbýli býr við hliðina á leggja farvegum að árfarvegum að vera að móka snjóin frá svo að fara ekki krapaflóð í farvegunum og síðan viljum við þetta bara beðla til fólks að láta okkur vita ef við frétta af krapaflóði, skriðu eða snjóflóði eða grjóthruni með því að senda á e-mailið skriðuvakt@veð.is eða snjóflóð@veð.is. Takk fyrir það. Og við fylgjumst áfram með þessu en kveðjum héðan frá Veðurstofunni. Takk hérlega fyrir það, Eva. Brúnleit slikja á stóru svæði í sjónum við Kirkjusandi í Laugarneshverfi í Reykjavík þar sem óhreinsað skólp rennur út í sjó. Ástæðan mikil úrkoma á höfuðborgarsvæðinu í dag. Mávar gera sér skólpmengunina að góðu og flykkjast að. Dælur í hreinsistöð fráveitu við Klettagarða fóru á yfirfall og því fer óhreinsað skólp tímabundið út í sjó. Samkvæmt upplýsingum frá veitum ekki hægt að segja til hve lengi þetta varir. Það fari til að mynda eftir veðri og sjóstraumum. Einn dagskráliður á RÚV ber höfuð og herðar yfir aðra vinsæla þætti. Það ekki fréttir því miður, heldur barnaefnið Blæja sem fær langflestar spilanir í hverju mánuði. Blæja ástralskur smalahundur og þættirnir fjalla daglegt líf hennar og fjölskyldunar. Ok, glútenfrít, með glúteini. Ég farin í vinnuna, krakkar. Vinsælasta sjónvarpsefnið á RÚV klárlega Blæja. Hún búin að vera það síðustu ár. Að meðaltali kannski 4 milljónir spilana á Blæju á hverju ári. Valgeir segir að hver þáttur sé spilaður 100.000 sinnum. Og ef við tökum bara í janúar núna, fyrstu kannski 12 daga janúar, þá er Blæja með kannski 200.000 spilanir. Næsta þar á eftir nær ekki alveg 100.000, það Vigdís, þættirnir Vigdísi. Þannig að Blæja ber höfuð og herðar yfir allt annað efni. Hvað svona skemmtilegt við Blæju? Þegar uppbóðs dítið mér sem hunda í Blæju. Þetta voru kontur.
og stóri bróðir horfir líka stundum með systur sinni. Það bara mjög fyndið. Þau eru á Blæju og þau eru mjög sniðug í að gera leiki. Hei Blæja, ég fann galdrastaf. Nota hana pappa. Allt í lagi. Verðum að drífa okkur krakkar af stað. Horfið þið langmest á Blæju, það alveg uppáhaldið? Já. Ertu alveg sokkin inn í þátti núna? Já. Þetta bara rosalega vel skrifaðir þættir og þeir ná að fjalla málefni oft sem bara bæði börn og fullorðnir geta tengt við á sama tíma. Þetta eitt af því fáa sem ég nenni að horfa á með börnum svona teiknimyndarlega séð og maður hefur alveg tárast Eigið þið eitthvað Blæju dót? Nei, hendar ekki. Við eigum einhverja safn, ég stundum að reyna að fá eitthvað Blæju. En heldur að mamma, pappi eða amma, afi vil ekki gefa ykkur Blæjubóksa? Já, ég held það. Kannski. Mamma og pappi mjög ofta að spara pening. Já, Bergsteinn, ætlum við að slá Blæju við í Kastljósi í kvöld? Við ætlum að reyna að narta í hælan á henni að minnsta kosti með því að tala Donald Trump og digurbarkalegar yfirlýsingar hans yfirráð á Grænlandi. Albert Jónsson, fyrrverandi sendiherra, ætlar að rýna í stöðuna með okkur. Svo ætlum við að tala nýliðun í bændasettinni. Bændur eru að meðaltali yfir 60 ára gamlir og það vantar nýtt blóð í greinina. Kannski spurningum að þeir sitji meir í Blæju og dagskrá þá sér til að laða ungviði. En svo fyrir við á tökustað spennu þáttuna Reykjavík Fusion með þeim Ólafi Darra og Heru Hilmas í aðalhlutverki. Bannaði með Kastljósi, takk fyrir Bergsteinn. Skulum gá að veðrinu. Allhvöss eða hvöss sunnanátt og fremur vætusamt landið sunnan og vestanvert, suðvestlægari á morgun og hvessir eftir hádegi, einkum norðvestan til og gul viðvörun þar tíma seinnipartinn og fram á kvöld. Áfram fremur hlýtt í veðri. Óli Þór Árnason veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Heimsmeistaramót karla í handbolta fór af stað í dag. Ríkjandi Evrópumeistarar byrjuðu vel, þrátt fyrir að hafa mist sína stærstu stjörnu síðasta sumar. Íslenska landsliðið mætt til Zagreb þar sem fyrsti leikur liðsins verður á fimmtudag gegn Grænhöfðaeyjum. Liðið ætlar sér að vinna riðilinn. Og formenn íslenskra íþróttafélaga eru sammála að engin töfraregla fjölda erlendra leikmanna í liðum sem henti öllum sér til. Rifjum við upp helstu fréttir. Jarðskjálftahrina í Bárðarbungu í morgun svo öflugasta í eldstöðin í 10 ár. Óvissustigi hefur verið lýst yfir. Hamas-samtökin og ísraelsk stjórnvöld hafa náð saman helstu ágreiningsatriði og vopnahlésviðræður eru á lokametrunum. Kassi með utankjörfundaratkvæðum í norðausturkjördæmi barst yfirkjörstjórn 11 dögum eftir alþingiskosningarnar. Yfirkjörstjórn hafði enga vitneskju þessi atkvæði fyrr en þau bárust. Og 180 tilkynningar hafa borist Matvælastofnun dauða eða veika fugla vegna fuglainflúensunnar sem nú geisar. Þessum fréttatíma að ljúka. Við minnum á vefinn okkar rúv.is og spilarann þar sem til dæmis má horfa á þættina Blæju. Við sjáumst aftur í fréttum klukkan 10. Verið sæl.